Jæja Gunnar, stórt tap á heimavelli. Hvað fór á skeiðis? Fyrri hálfleikurinn var, þeir voru bara sterkari við inn í vítategunum og skora eftir tvær hornspyrnur. Mér fannst við bara vera ekki mæta almennilega til leiks. Við vorum að detta, við vorum að rosalega mikið af feilsendingum, við vorum ekki að vinna seinni boltann og áttum erfitt með að díla við bolta 2 sem að þeir nýttu sér vel og skora á okkur hérna eftir 2 hornspyrnur. Mér fannst við byrja svo seinni hálfleikinn ágætlega en þetta fer frá okkur þegar rauða spjaldið kemur. Man nú ekki á hvaða mínútu það er en eftir það eigum við það er rautt spjald, nýr markmaður inn og þá marka á okkur á sömu mínútu, þannig að það er erfitt að díla við það en mér finnst við bara ekki ná fylgi eftir frábærleik seinast og það sem við gerðum virkilega vel þar var að halda í boltann og sem sagt að halda boltann þegar við vinnum hann og byggja vel upp sóknina, en við vorum ekki náði núna. Ég veit ekki hvað það var. Það voru opnanir sem að við nýttum okkur bara ekki í dag og vorum bara mistakir. Einmitt. Og varnarleikurinn, þú getur nú varla verið ánað með til dæmis það sem Reynir reyndi í síðasta markinu. Þannig að var Reynir eitthvað svona trikkskot og Baldur hreinlega bara hýrðir á hana boltann og gerir upp völlinn. Sástu það atvik? Já, ég meina leikurinn er sjálfur sér farinn frá okkur þar en þannig að ég er ekkert eitthvað að hengja mig á það atriði en það er frekar þarf maður að skoða það hvernig Íbrahim Baldur getur verið frýr í hornspyrnum hjá okkur, að enginn skuli dekka hann. Það er kannski alvarlegri sem að vantar að einhver stíi upp og taki ábyrgð í fyrstu leikatriðunum. Einmitt. Og það var ekki bara því marki, það var líka í 4. markinu, þá var hann bara frýr. Já, akkurat. Skrítið að svona stór maður gleymist inn í teig, hvernig gerist það? Já, það var ekki lagt upp að hann fengi allt þetta pláss sko, en hann, þetta er bara, ég veit ekki, það er bara einbeitingarleysi og menn kannski að hengja haus, menn mistu trúna eftir löndum 3-0 undir og allt það. Einmitt. Svo talar það að markurinn fekk þetta rautt spjald, hann Snorri, og hann kemur Sigurjón kaldur inn, kemur skot og sýndist að fara svona tildulega beint á hann að missi boltann. Það er mjög vont að koma kaldur inn við svona aðstæður. Já, alveg klárlega og ég held að hann viti það best sjálfur að halda þessum bolta en það er bara svona gerist, eins og maður segir. Einmitt. Þannig að þú horfir svona pínu á þennan leik bara sem svona eiginlega slys eftir eiginlega frábæra framistöðu á móti Þrótti en síðasta leik. Við verðum bara að þurrka þetta út úr minninu og einbeita á það sem við gerum vel í seinasta leik, því að næsti leikur verður gríðarlega mikilvægur og við þurfum bara aftur að stappja okkur stálunni fyrir þann. Næstu leikir verða allt baráttuleikir. Einmitt. Herðu, bara takk kærlega fyrir viðtalið. Takk fyrir.